Góðan daginn. Góðan daginn. Ég með það? Já. Ég í bíl, þetta að gera hún. Jæja, góðir félagar, velkomin á fundinn, heyr allir í mér. Já. Býð ykkur velkomin á þennan 7. fund, Teams-fund Játgerðar og af venju þá hann tekin upp og sendur út á Víkufréttum, seinni í dag eða morgun. Nú síðasta vika það var stór og mikill fundur, upplýsingafundur varðandi áhættumatið og greininguna og útskýringar á því. Og mig langar svona svolítið til þess að fara inn á halda áfram á þessari braut. Þetta var, uppsetningin flókin, það erfitt að ráða fram úr þessu og maður var eiginlega satt eftir með fleiri spurningar heldur en svör eftir að fundi lauk. Og við í hjá Játgerði við vorum að velta fyrir okkur hvort það væri hægt að setja þetta fram með einhver skýrari hætti. Þannig að ég talaði við hana Sólveigu Þorvaldsdóttur og hún ætlaði að athuga hvað hún geti gert. Sólveig, þú varst komið með svona einhverja tillögur. Bíddu nú við, hún ekki mætt, virðist vera. Hún ekki mætt en ég ætla þá að byrja á honum Erni Viðari. Það hafa borist til okkar fyrirspurnir frá fólki sem ekki hakaði í bóksinn við kaup og
og hvorki við forkaupsrétt né leigurétt en hefur skipt skoðun og hafði samband við ykkur hjá Þórkötlu og var sagt að það væri ekki hægt að breyta og þannig að mér fannst það ótrúlegt, þannig að mér langar svona aðeins til að fá frá þér svona hvort að þetta væri ekki rangt hjá viðkomandi. Já, þakkaði fyrir, ég sá einmitt spurninguna frá þér. Og þetta þannig að þetta ákveðið bara lögformlegt ferli sem að fór í gegn í tengslu við kaupsamninga og sumir bættu við sem sagt forkaupsréttindum fyrir afsal og þetta hefur verið fært sem sagt inn á sem lögskild réttindi inn á eignirnar. Það hins vegar þannig eins og komið hefur fram að við erum að vinna að endurkaupa áætlun og einn liður í henni sá að við munum leita til allra fyrrverandi eiganda hugsanleg kaup á þeirra fyrri eign. Þannig að þessi réttindi hvort sem að fólk var með þau skráð eða ekki, að þau verða virt þannig að við munum bjóða öllum óháð þessum réttindum að svona kaupa sína eign tilbaka. Þannig að það í rauninni svona stuttasvarið við þessu. Við erum erfitt með að færa þetta eftir á inn á sem sagt lögbók fyrir sérhverja eign en svona í anda munum við virða þetta gagnvart öllum. Fólk náttúrulega vakna upp við það að hafa verið í misjöfnu ástandi þegar að tók þessa ákvörðun og bara raunverulega gleymdi að haka í og alls konar ástæður fyrir því. Já. Þannig að já, það gott að heyra. Þannig að ég vil svona kannski orða bara þannig að fólk þurfi ekki að hafa áhyggjur af þessu af því að við erum að horfa til þessa þáttar í endurkaupa áætluninni og munum virða þetta alveg óháð í hvort að fólk hakaði við eða ekki. Þannig að við viljum stuðla að því sem flestir komi aftur í húsin sín. Það Já, ok. Takk fyrir það, Örn Viðar. Þá það Siggi hafnarstjóri og formaður innviðanefndar. Það hafa margir komið með fyrirspurn varðandi bæði hingað upp á bæjarskrifstofu og bara út í bæ varðandi bílakirkjugarðinn sem að myndast niður á iðnaðarsvæði. Hvort að það eitthvað verið einhver viðbrögð við þessu eða hvað í gangi? Siggi, hefur einhverja vitneskju um þetta? Já, þetta aðili sem að sanga sér bílum þarna og að taka sér að gera við bíla. Þetta eru bílar ýmist á númerum og svo númersleysir. Ég veit þess að HS búið að merkja þessa númerslausu bíla og gefa honum viðvörun að þeir fjarlægja, að öðru kosti verði þeir bara fjarlægðir á hans kostnað. Og þetta bara, já, þetta mál sem við þurfum að hugsa svolítið vel að því að við viljum ekki að þetta bætist við þetta og fleiri komi, en það erfitt að eiga við bílar sem eru á númerum. Það má leggja þeim í raun og hvað sem við svo fara maður sem má leggja bílum við götur. En að minnsta kosti þeir sem ekki eru með númer, þeir þurfa ekki að vera þarna og verða líklega dregnir í burtu fljótlega, ef hann bregst ekki við. Já, þetta fljótt að verða, við viljum ekki hafa þetta draslarabæ, alls ekki. Nei, við erum bara vöruð heilsuga við því að passa vel upp á þetta. Þetta svo fljótt að vindubaska. Takk Siggi fyrir það. Ég sé að Sólveig komin. Sólveig, heyrðir spurninguna frá mér áðan? Nei, fyrirgefðu, ég heyrði hann ekki. Nei, ég var að segja í upphafi fundara að fundurinn hjá Öruggu síðustu viku að uppsetning á áhættumati þar sem að það var borið fram var flókin og erfitt að ráða fram úr og við svona hjá Járngerði erum að reyna að hafa þetta allt á mannamáli og setja fram með skýrari hætti þannig
að við náttúrulega fengum þig og þú hefur verið til liðs við okkur og leysind okkur varðandi ýmis mál og hvort það væri hægt að koma þessu fram með einhverjum skýrari hætti. Þannig að þú ert með svona einhverja tillögur hvernig hægt væri að gera þetta. Já, sko, ég allavega svona með svona hugmyndir að nálgun sem að má skoða. Sko, þau voru að búa til áhættumat þar sem að allt var tekið inn í og ég held að það sé ágætt að gera áhættumat miðað við þær spurningar sem verið að spurja hverju sinni. Því að það svo misjafnt hvað verið að spurja. Er verið að spurja á að rýma? Er verið að spurja hafa myndast hættulega sprungur sem að menn geta dottið í einhvern tímann seinna. Þannig ég held að við getum prófað okkur svolítið áfram með því að leika okkur með svona hugsanlega framsetningar sem það þá hægt að nota og ég fór að leika mér aðeins með framsetningu samt við rýmingar sem ég ætla að sýna ykkur en sem sagt, þetta bara svona hugmyndir fyrstu eitthvað til þess að geta þá sett út á og breytt og þetta bara algjörlega upp á mína ábyrgð einhverja annara en ef að þetta hjálpar eitthvað þá getum við kannski unnið eitthvað áfram. Ég ætla að fá að séra hérna skjánum ef að það virkar. Jæja, þið sjáu skjáinn? Já. Að sko og bara drög, bara ekki til þess að fara að vitna eitthvað í en sem sagt, það einhver sko atburðarsaga og Jón Haukur alveg bara jump in whenever. Það einhver atburðarsaga, það verður eitthvað upphafs innskot og það einhver skjálftavirkni sem að fer af stað og þetta verður alltaf í byrjun í Sundhnúkagíga. Jón Haukur, þú stekkur hérna inn ef að ég fer með rangt mál. Og að mér skilst að þá svona minnsti tíminn sem hefur verið, hefur kannski verið 30 mínútur skjálftavirkni í þetta stuttum fyrir Sundhnúkagíga hérna. Og svo spurning, ok, það að byrja eitthvað, þá næsta spurning, sko, hvert fer þetta? Og þetta getur farið í norðaustur sem að þetta hefur gert hérna núna 1. apríl og 16. júlí. Þetta getur verið á sama stað, getur bara verið í Sundhnúka gígunum og þessi, ef þetta að opnast þar, þá það kannski ekki svo mikil hætta í Grindavík varðandi hvar þetta að opnast. En svo náttúrulega ef þetta suður af, þá náttúrulega orðin meiri hætta og náttúrulega því lengra sem þetta fjær, því meiri viðbragðstími til staðar og þá það spurning hraunflæðið. Ef þetta fer til norðurs, þá þetta ekki hættulegt fyrir Grindavík. En ef þetta fer í átta Grindavík, þá spurning sko hversu langt í burtu þetta því lengra burtu náttúrulega því meiri tími. Og að það spurning sko hvort að þetta svona einhver svona grunnatriði sem að síðan hægt að þá að fara að gefa sér ákveðnar sviðsmyndir sko ef að þetta gerist svona næst og það ákveðnar líkur og það þarf að skoða þetta betur en þetta svona segir svona smá meira söguna í sambandi við rýmingar. Ég ætla bara að spyrja Jón Hauk bara beint hérna, Jón Haukur, ég sá þú varst þarna. Er þetta einhver svona Hvað segirðu? Nei, ég var ekki neitt, ég var bara að bíða til að þú kláraðir. Já, ég er búinn. Sko, já, þetta náttúrulega margþætt eins og fram hefur komið. Ég held að
svona stórum dráttum séu íbúar ekkert endilega ósáttir við það að rýma. Og almennt svona við förum í gegnum snjóflóðabæina og skriðubæina og nú náttúrulega Grindvíkingar sem á staðnum orðnir svolítið aðlagaðir. Alveg svo fólk vestan og austan að þegar ákveð ástand þá eðlilegt að þú farir og þú svona lærir að svona andlega að sætta þig við það. En hins vegar það sem þarf að skýra í raun og veru hvenær þú hleypir þá inn aftur. En þegar sjálfur sér getur rýmt og komið í ljós að það verður ekkert úr þessu og þá hleypur bara aftur inn eftir 6 tíma, 12 tíma eða 24 tíma. Og svona í mínum huga eiginlega frekar svona flöskuhálsinn á þeim endanum og eins og í raun og veru þessum málum þá háttað í dag með því að segja áhættumat sem þá bara, það sagt bara áhættumat og það gildir bara, þú veist, alveg rosalega mikið umliggjandi og þess vegna verður þetta náttúrulega svona yfirgengilega flókið í þessari framsetningu. Og það í eigu tveggja aðila, það í eigu Grindavíkurnefndar og í samráði við almannavarnir. Þar með ertu komið með rosalega marga aðila sem að bera svona sameiginlega ábyrgð og svo náttúrulega lögreglustjóri sem að framkvæmir í raun og veru þá rýminguna og framkvæmir afléttinguna. Þannig að þú komir svo marga aðila og margir aðilar þurfa einhvern veginn að komast niður á þessar sameiginlegu niðurstöðu þá verður kerfið bara óbúslega sviðasemd í eðli sínu. Þess vegna þarf bara rétt eins og Pétur fór og ræddi daginn og þá einhvern veginn þarf kerfið að vera einfaldara. Bara til þess að hægt að framkvæma það. Ef þetta á að vera skjalfest og í Excel-skjali og þú færð rauða og gula og græna riti eftir aftökum, þá bara það svolítið margir klukkutímar að gera það. Jafnvel, það kemur kvikulaup og það rýmt og svo kemur ljós að það ekki neitt. Það tekur samt sólarhringinn að gera eitthvað sem að raun og veru mættar að segja innan 6 tíma væri alveg tilefni til þess að fara tilbaka og þetta var ekki neitt. Eða að þetta verða 3 dagar eða eitthvað bara tíminn þegar kerfið svona stórt og mikið og þá mun það aldrei vera hægt að framkvæma þetta með viðhlítandi svona öryggi fyrir þá aðila sem að bera ábyrgð og þeir margir og allir geta í raun og veru eitthvað að fara að efast á einhvers staðar á leiðinni að þá verður þetta mjög sviðasemd. Nú hitt síðan að búa til skilning í samfélaginu á ferlinu. Að samfélagið skilji hvað þetta og hvað þetta þýðir og skilji ábyrgð mismunandi aðila, hvað sem að þeir í kerfinu. Og það raun og heppnast allavega ekki eitt sérstaklega vel þarna og þarf að vera miklu svona einfaldari framsetning á því þannig að fólk skilji hvað þú ert að tala að raun og veru að það þarf að setja upp svona konkrétt dæmi hvernig þetta virkar og svona einfalt það raun og veru skilaboðin þannig að ef almenningur skilur ekki af hverju þau megi ekki koma tilbaka þá missa þau sjálfkrafa traustið og traustið svo ofboðslega mikilvægt í þessu öllu saman, traust á viðbragðsaðilum og að þeir viti hvað þeir að gera. Þannig þetta eiginlega tvíþætt að mínu mati. Vilt þú svara þessu eitthvað Sólveig eða? Nei, mér finnst þetta bara rosalega flott Mér finnst þetta vera að fókusera svolítið umræðuna vel og mér hefur heyrst það líka að ef að fólk beðið með rýma þá rýmir það og en það þetta með að vera ekki að draga það að opna ef að það má gera það einhvern veginn skilvirkara. Þannig að það kannski við bara höldum áfram aðeins að pæla í því hvernig hægt að gera þetta skilvirkara og koma með tillögur til þeirra sem að svo stjórna. Ég ætla bara kannski fá að bara heyra betur í Jón Hauki bara einhvern tímann í vikunni. Já, mér finnst líka varðandi þessa framsetningu að
Og já, sérstaklega varðandi opnun aftur og já, og framsetninguna líka, það er ekki eins og sé búið að taka eða það er ekki gert ráð fyrir öllum þessum mótvægis aðgerðum sem búið að fara í. Manni finnst það hvergi koma fram. Það er búið að gera hér af sprungur en samt alltaf hætta á falli ofan í sprungur. Við erum alltaf einhvern veginn að hjakka í þessu sömu atriðum en manni fannst að allavega kom það ekki skýrt fram á þessum fundi í síðustu viku að það væri tekið tillit til þessara aðgerða. En Skarphéðinn hefur beðið orðið þannig ég ætla að hann er sjálfsagt með einhverja skýringar. Já, sko, við efndum til þess að funda til þess að eiga mitt samtal það hvernig mætti, sko, ef það mætti gera þetta áhættumat einhvern veginn skýrara eða betra, að þá viljum við endilega að menn stígi fram og komi með hugmyndir og bara eins og Sólveig hefur verið að gera og fleiri. Þannig að, en sko, áhættumatið er aðferð til þess að draga fram hættuna og allar aðgerðir sem því tengjast. Áhættumatið eitt og sér segir ekki til það hvort það er opið eða lokað í Grindavík. Það er lögreglustjóri sem segir til það og grundvöll áhættumatsins. Og það er í áhættumatinu allar þessar mótvægisaðgerðir og sem hefur verið gripið til, það er allt dokumenterað í þessu áhættumati. En sjálfsagt má og ég tek alveg undir það að þetta má alveg vera skýrara og þetta mætti alveg vera þannig að það sé á færi fleiri að tileinka sér það og það er samtalið sem við þurfum að eiga og þannig að það sé þá fyrirliggjandi að þetta sem hefur verið gert að það sé þá það liggi til grundvallar ákvörðunartöku sem er opnun, lokun, mótvægisaðgerðir, tilmæli eitthvað sem varðar aðgengi eða umferð í Grindavík. En það er það sem við erum að reyna að gera með þessu og við fögnum öll og þess vegna endum við til þess að fundar og það hefur verið samtal í kjölfar fundarins, meðal annars veit ég að Veðurstofan hefur rætt við örugg og almannavarnir hvort það sé ástæða til þess að breyta framsetningu í hættumatinu. Þannig að þetta er í gangi og við fögnum því og til þess var leikurinn gerður. Takk Skarphéðinn. Pétur, gjörðu svo vel. Já, er ég með hérna? Já. Já, þetta er rétt hjá Skarphéðinni að við höfum staðfestingu á því að í kjölfar fundarins sem að hún Kristrún hélt þetta á sínum tíma að þá fór Veðurstofan í að skoða breytta framsetningu á hættumatinu sem grunnurinn. Og það er rétt að þeir hafa núna verið að ræða við Grindavíkurnefnd og örugg og þá sem og í framhaldi að því hlýtur að vera að skoða þess að þeir eru að benda á breytt framsetning á hættumatinu. Og það sem þessi fundur leiddi í ljós að þeir sem er að gera það núna að þeir voru ekki endilega með augun á boltanum á þeim bolta sem við erum að spila í Grindavík. Þannig að það áttir góða kennslu í áhættufræðum og þetta hlýtur að fara í þann farveg að ekki bara landslið heldur heimsmeistarar í þessum mati sem fólki sem á staðnum, Jón Haukur og þá sem ég hef talið upp áður sem á staðnum, að það þeir sem að munu leggja mat á aðstæður til almannavarna sem síðan tekur ákvörðun. Og þannig að það er ekki bara það að framsetningi verið skiljanleg, að það er verið fullt traust á öllum sem að þessu koma og þeir sá hópur sem hefur verið á stað, verið í Grindavík gegnum allan þessum tíma, nýtur fullt traust allra. Ég sér líka rétt að nánast allir eru sammála það að við byrjum bara á því að rýma og sjá síðan meta stöðuna og þá þarf að meta eins og ég sagt áður klukkutíma og þetta ég hef grunum að þetta sé
í kjölfari þessara 2 funda, bæði sem var haldið með Kristrúnu og eins með Grindavíkurnefndinni og Örugg, muni leiða til þess að við fáum miklu skilvirkara og betra bæði hættumat og áhættumat. Takk. Takk Pétur. Sólveig, þú beðið orðið. Já, bara, já, Skarphéðinn, mjög gott að fá þennan fund þarna daginn og gott að geta rætt mismunandi nálganir. Maður sér sko hvaða staðal þeir eru að nota og það má kannski ræða við þá sko hvort að það sé besti staðallinn. En er einhver skýrsla sem að fylgir þessari áhættumati annað, er eitthvað annað heldur en það sem hann sýndi þarna töflur, þannig að það er kannski fyrsta spurningi mín, er eitthvað meira sem þetta áhættumat felur í sér og svona vísitölur, einhverja eina tölur sem eru taka inn marga þætti getur náttúrulega verið mjög erfiðar. Já, það er verið að ræða þetta breytta hættumat. Er eitthvað tímatakmörk á því hvenær það komi fram, hvenær fær fólk að sjá drög að þessu breytta hættumati? Takk. Skarphéðinn, myndið þú vilja bregðast við þessu? Já, ég veit ekkert hvenær og hvort það verður breytt hættumat sko. Það er Veðurstofan sem kemur með það. En varðandi sko áhættumatið að þá var farin sú leið að birta með þeim hætti sem gert í dag, þar sem að verið er að taka allt þetta efni sem að liggur þar til grundvallar og setja það fram í texta og að það væri heppilegasta fyrirkomulagið á því. Á fundunum þá var það kynnt, á fundunum í síðustu viku að bak við það er heilmikil vinna og heilmikil greining á fullt af atriðum. Og ef að það er betra að birta með einhverjum öðrum hætti, þá hlýtur það að vera skoðað. Og mér finnst það alveg, sko, ég meina, markmiðið er, eins og hefur komið fram hérna, ríkir traust gerð áhættumatsins, en ítreka það, áhættumatið eitt og sér segir ekki til það hvenær Grindavík er opin og hvenær lokuð eða hvenær byrja menn að hleypa aftur inn. Það er ekki áhættumatið. Áhættumatið er greining og öllum fyrirliggjandi upplýsingum er snúa að þessu og það er síðan, ég gerir ráð fyrir því að þegar lögreglustjóri tekur ákvörðun það hvort það er opnað að loka, þá er það ekki öll atriðin í áhættumatinu, það er einhver tiltekin atriðin sem snúa að þessari tilteknu ákvörðun. En endilega, og ég meina við eigum fund með Sólveig á morgun og ég gerir ráð fyrir því að hún verði kannski með eitthvað í farteskinu sem að einhver hugmyndir sem hún er með. Má ég aðeins skýra hérna eitt, það er sko að við erum í sambandi við Veðurstofuna, þetta er ekki breytt hættumat, þetta er breytt framsetning á hættumati. Þeir meta hættuna þá sömu og alveg óhöllu og þeir segja við okkur að vonandi verða þetta klart til einhverjum kynningar á þessu dögum. Þannig að þetta sé spurning daga frekar en eitthvað annað. Jón Haukur, gjörðu svo vel. Já, það er nú kannski bara bætin í þessa umræðu, sko, Skarphéðinn, að það sem að það er svona ákveðin skortur á í þessu máli, sko, áttum okkur því að ISO 31000 sem við að fylgja hérna, hann er ekki endilega, að gera kröfum að það sé svona eða hin matrixan. Hann segir heldur ekki í raun og veru hvaða margföldunarstuðla það er að vera með ákveðnum hættum. Það er mjög skýrt teiknað upp í þeim staðli input einmitt frá hagaðilum að það skuli sko dregið inn og talað mjög náið samstarf við þá, sko, það sem að kannski er svolítið sérkennilegt í þessu, sko, er að hversu vel þetta hefur verið rýnt og þá er ég að meina bakgrunninn. Annars vegar, sko, þegar þú ert að setja upp mælikvarða í áhættumati, hvort sem að það er fjárfestingaverkefni eða hvað sem er, eða eitthvað farið úrskeiðis í ykkur framkvæmdum, sko, þá þarf að vera ykkur mælikvarði
og hann þarf helst að vera einhvern veginn tölfræðilega tengdur og við getum alveg nefnt hérna að það er búið að gera 10 rýmingar þannig að þú ert komin með ákveðna tölfræði hvað gerist í rýmingu þannig að það er alveg hægt að nýta sér í raun og veru fyrirliggjandi gögn úr því inn í þessa vinnu núna þannig að það er eiginlega þessi bakgrunnur rýni á því og svona fastsetning á mælikvörðunum Veðurstofan identifierar hættunar og síðan kemur einhverjar líkur og afleiðingar og það margfeldi verður þá á endanum að einhvers konar tölulegu áhættumati og þar eru, eins og við sjáum bara í þessum glærum, að það eru margföldunarstuðlar á einhverjum línum eins og færði eða hættumati, einhverjum punktum frá veðurstofunni og þetta hefur mismunandi vægi og spurningin er bara hvernig hefur þetta verið rýnt? Hefur þetta verið rýnt bara þá innanhús af þeim aðila sem að slá saman Excel-skjalið eða hefur þetta verið rýnt í víðari hópi og allavega svona þau áhættumat sem ég hef tengst á einhverjum 25 árum frá stórframkvæmdum og niður í allt mögulegt, þá er alltaf eiginlega lykillinn í þeim þessi svona breiður hópur sem kemur að rýninni og uppsetningun á þessum mælikvörðum og síðan er vægi mismunandi margföldunarstuðla inn í þetta. Þetta sé ekki einhliða greining gerð sem sagt af í raun og veru ritaranum sem að halda utan málið Ég saknaði svolítið að sjá ekki þennan bakgrunn ef það á í alveg að vera nota upplýsingar frá okkur sem erum í feltinu þá þurfum við að sjá líka að þú veist hvernig er það meðhöndlað. Takk fyrir. Takk fyrir það, Jón Haukur. Það er stutt eftir hjá okkur. Mér langar til þess að ítreka bara við alla Grindvíkinga að svara spurningum í samráðsgáttinni og bæði þessum spurningum, þessum 4 spurningum og síðan koma með sína skoðun og sína sín á ákveðna þætti. Endilega, er það ekki til 31. Skarphéðinn? Jú, það er til dagsloka 31. En bara í þessu sambandi spurningarnar taka náttúrulega bara á kannski helstu atriðum og taka þetta tiltölulega þröngt en það er umræðuskjali sem er þarna í gáttinni að það er helst væri best að fá ítarlega umfjöllun það frekar heldur en svör við þessum tilteknum spurningum. Flottir, er einhver sem að vill koma með eitthvað örstutt? Guðbjörg, mér langar aðeins því að var að hvetja fólk til að fara inn á og svara í samráðsgáttinni. Það er annað, það er margt að gerast í öllum hornum og ekki vona að menn fylgist með í öllu. Samband Sveitarfélaga sem er með þetta saman í sókn, sem er svona fyrirtækjagrúpur og ég held sé bara gagn fyrir okkur öll að sem fleiri sem við erum í því að stilla saman hvað hver geiri er sterkur og veikur, hvað er veikustu leikirnir og sterkustu leikirnir. Þess fleiri sem við komum saman í þessa vinnu sem er með sín fyrir að vera vel skipulögð að það er betra, kannið það saman í sókn og þetta er einhverju klukkutíma að vinna svona með nokkra vikna millibili og gæti gagnast okkur öllum. Hvetjast að fara ykkur í það. Takk Pétur fyrir þessa ábendingu. Einar Sveinn, gjörðu svo vel. Já, komið sér. Kannski er búið að tala veðrið en það er nú von á fyrstu haustveðrinu almennilegu í kvöld og næsta sólarhringina eða 2 sólarhringa og við erum sjálfsög búin að vera að skoða það og eiga fundið með Vegagerðinni og þeir ætla að auka sitt viðbragð í mokstri og reyna að halda okkar leiðum góðum. Grindvíkingar verður líka búin að þeir eru með sína verktaka klára í snjómokstri og þannig við reynum að halda okkar hlutum í lagi. Svo kannski verður þetta bara rigning, það er svona aðeins aukast líkurnar á því að þetta verður bara slitaði rigning. Spáin lítur aðeins betur út heldur en var í morgun. Og við erum líka bara að lofa því að ef Hellisheiðin og Þrengsli fara að teppast að beina ekki allir umferðinni inn í Grindavík. Heldur reyna að nota önnur ráð heldur en að við fáum einhverja traffík til okkar. Þannig við ætla að verðum á tánum yfir ef að fyrir að safnast fyrir einhver snjór.
Þannig að það verður rautt bæði innan bæjar og út úr bænum ef að þörf þykir. Já. Já, flottir. Frábært, takk fyrir þessar upplýsingar Einar og þakka ykkur öllum fyrir fundin í dag og sjáumst það viku liðinni.